Er eitthvað pittur sem þekktur í þinni grein og hvernig ber að varast þann pitt? Já, það kannski þegar fólk ákveður að fara hérna erlendis til pröfutíma og ílengst. Við erum að tala þannig að ef fólk að dvelja innan við 6 mánuði þá þarf ekki að gera neinar ráðstafanir. En ef fólk dvelur lengur og gleymir sér, að þá getur komið upp sú staða að þú ert ekki að fá réttar greiðslur eða þú ert ekki tryggður á réttum stað eða það í rauninni ekki samræmi við það sem reglur sem gildi í því landi. Þannig að þetta getur oft valdið einhverju flækjustigi fyrir fólk og komið í bakið á því. Sem betur fyrir nú mjög margt fólk með allt sitt á hreinu og kynna sér það sem það er að gera áður en lagt af stað. En það sem við sjáum helst bara kannski skortur og undirbúningi og fólk ekki búið að kannski hugsa út í aðgangsinn að heilbrigðisþjónustu í landinu sem það er að fara til. Og hún getur verið allavega, fer bæði eftir dvalartíma og hvert þið verða að fara. Þannig að bara númer 1, 2 og 3 undirbúningur. Það kannski helst þetta að þú skráir þig ekki inn, þú skráir þig út hér, skráir þig ekki inn hinum megin og svo uppgöta skattyfirvöld hinum megin að þú sért búin að vera þar í lengri tíma og fara að krefja þig skatt af tekjunum sem þú hefur haft. Og þetta alltaf hægt að koma í veg fyrir þetta með því að bara gera þetta allt rétt frá upphafi og kynna sér reglurnar áður maður ákveður að halda af stað í ferðalag sem verður svo kannski bara lengri búseta. Við svo sem tökum alveg tillit til þess að ef fólk kannski fara að fer ekkert allt og marga mánuði fram yfir þessa 6 mánuði að þá horfum við alveg til þess og bara hver ásetningurinn var eða hvernig staðan var þegar þú fluttir út því að það getur alltaf komið upp einhverju aðstæður. Við skoðum það en almennt þá það bara mjög gott að vera búin að kynna sér þetta og fara eftir þeim reglum sem að gilda.